Haukar TV og þá ætlum við að ræða við Rúnar eftir leikinn á móti FH, stórleikinn á móti FH. Því miður verður þetta viðurkenna að Hafnarfjörður eru hvítur, sem aldrei skemmtilegt. Tölum það ljúga ekki. Það er erfitt, en hérna... Fórum svolítið með þetta sjálfur. Við vorum að spila fína vörðan í restina og við opnum í rauninni hornið fyrir þá bara á þess að rauninni. Mér finnst þeir ekki spila sér frí eins og við opnaði bara og þar að leiðandi skora þeir markið sem komið með yfir staði fyrir að við verðum að vinna boltan og ættum síðan sóknum til að ná í bæðisteginu. Svona er þetta stutt á milli. Já, ég horfði á leik og við lendum þrisvar, 2 eða 3 mörkum undir held ég. Vinnum okkur alltaf inn í leikinn aftur, sem er náttúrulega frábært. En svo eins og kom einhver svona, ég veit ekki hvað að kalla þetta, akkilesarhæll. Menn svona einhvern veginn virðast ekki þora að taka næsta skref. Já, allavega í þessum leik var það svona áberandi að ég held að við komist yfir frá 17-17 til 21-21, það við komist 3 yfir. Já. En ég held samt að í mínútum talið þá náum við ekki einni mínútu sem vorum yfir í leiknum á þessum tímapunkti. Þeir refs okkur strax og á mismunandi hátt sko, en það er eins og það er eins og við höldum ekki einbeitingu til að klára sko, þannig svo góðu kafla, það er svo sem að ná einhverju markmiði við náum að jafna í þessum leik sko. Hafði það á tilfinningunni en það var þá bara vonandi í þessum leik og verður það betra næst. En búin að tala um þetta núna á æfingu og við erum svona líka, það var ekki allt slæmt, úrslitin voru vissulega slæm, en með leikinu undan það var margt miklu betra og við þurfum bara að spýta í til þess að gera enn betur eftir viku og tíminn er nægur. Já, eins og ég segi, mér finnst við vera kraftur í liðinu þegar við erum að vinna okkur inn í leikinu og svo einhvern veginn eins og segir, það virðist eins og við þorum ekki að taka þetta lengra. F-fangarnir náttúrulega fyrir mér spiluðu mjög hægan sóknarleik og fengur svona hanga svolítið á boltanum og við vorum að fá okkur kannski svona, búin að standa góða vörn í 1,5 mínútu og svo fáum við okkur svona mörk úr neyðarskotum í rauninni. Já. Sem er svolítið náttúrulega fúlt. Kannski missum smá einbeitingunni í restina, en það var alveg rétt að þeir spiluðu langa sóknir og við spiluðum 5-1 vörn part af leiknum og hún var alls ekki slæm sko, en mér fannst bara þá fengum við að spila ennþá lengri sóknir og það var eiginlega þess vegna sem við bökkum aftur í 6-0 því hún var heldur ekkert slæm sko, og markvarslan var góð framan af og eins og segja, margir góða punktar, það vantar kannski hjá okkur, það er einbeiting þá yfir lengri tíma bara. Já, eins og ég segi, þeir spila langa sóknir og við erum stundum svolítið fljótir að slúta hinum meginn þegar við loksins komist í sóknina. Já, þetta er svona, við þurfum að hjálpa Andra og Gumma að vera yfirvegaðir í sóknarleiknum og við getum ekki verið að henda boltanum svona fljótt frá okkur þegar við erum búin að standa í vörn kannski í 2 mínútur eða eitthvað álíka og þá verðum við aðeins að finna boltan og spila aðeins skynsamar og það er svona í leik okkar í þessum sko, við erum í undirtölu þá erum við búin að skjóta 2 á þess að fá fríkast og svona menn eru full gráði í stundum. En klár batamerki? Já, þetta er allt hluti sem hægt er að vinna með, sem við erum að tala og flinkir handboltamenn. Það er búin að segja á það er svo vanti, það vantar smá tengingar, það vantar leikskilning, það vantar handbolt er ekki bara að skjóta á marki og skora sko, það er ýmsir aðrir hluti sem kom inn í og þeir þurfa bara að lærast hratt og eitt skrif í einu fyrir þá, en þeir eru kannski ekki þeir sem eiga að bera hitt svona þungan af þessu. Þeir ljúka kannski full mörgum sóknum fyrir minn smekk hjá okkar liði, en að samanskapi þá verður einhver að skjóta og við þurfum bara að virkja fleiri. Alltaf gott þegar menn eru tilbúin að taka skoti líka. Já, það er alltaf til milli. Það er árið. Og næsti leikur það er vikurinn, það er Fram. Það er Fram á mánudag eftir rúma viku. Já. Og það eru allir bara þokkalega heilir og mér svona finnst að menn eru ekki búin að gefast upp á sjálfum sér sko, menn ætla sér að gera betur og það er Fram og síðan í Evrópukeppni og ég held að menn ætli að
taka góða viku. Já, Framarnir búin að vera góðir, þannig að það er bara, Mjög góðir. það verður bara alvöru hörkuleikur. Hörkuleikur og við hérna getum verið betri, þannig að það er bara, þetta er tilvalinn tímapunkt til að sýna það. Kekja. Takk fyrir þetta og hérna við höfum trú á þessu áfram. Já, já. Takk fyrir okkur.